ég að reyna að vinna í því að læra að labba aftur. Og ég bara, með höfuðverk alla daga, allan daginn. Og ég búin að lenda í því, ég er með lélegt jafnvægi, búin að lenda í að detta og handleggsbrjóta mig eftir þetta. Og já, ég að vinna, ég að byrja í áfalla meðferð og þetta bara einhvern veginn tekur á allt, skilurðu. Þetta nýtt áfall fyrir fjölskylduna mína, það allir mjög reiðir. Eigandi Vinakots sagði í yfirlýsingu sem send var til fjölmiðla eftir árásina að ítrekað hafi verið kallað eftir öryggisvistun fyrir stúlkuna vegna ógnandi hegðunar hennar, en að sveitarfélagið hefði sagt að það hefði ekki burði til að halda úti slíku úrræði. Kveikur hefur þessi samskipti ekki undir höndum, en viðbrögð Hafnarfjarðarbæjar bera með sér að orðalag og skilgreiningar kunni að hafa flækst þarna fyrir. Það ekki ekki hlutverk sveitarfélaga að sjá öryggisvistun og við erum að tala öryggisvistun fyrir það að vera að tala þá dæmda einstaklinga og það ekki hlutverk sveitarfélaga að sjá öryggisvistanir. Vistun eins og Vinakoti hentar sem sagt ekki fólki sem telst beinlínis hættulegt, þá þarf enn meiri gæslu. En í raun engin heildstæð löggjöf öryggisráðstafanir eða öryggisvistun eða fyrir hverja nákvæmlega slík vistun Það eru dæmdir einstaklingar í öryggisvistun og svo erum við í rauninni núna í dag örugglega með einstaklinga í ígildi öryggisvistunar á einkareknum vistheimiljum. Til stendur að breyta lögum, enda hefur óvissa leitt til ýmissa vandkvæða og orðið til þess að fólk hafi hreinlega týnst í kerfinu, líkt og segir í frumvarpsdrögum félagsmálaráðherra. Eigandi Vinakots vildi ekki koma í viðtal. Hún svaraði þó spurningum skriflega, meðal annars hvers vegna starfsmaður hefði verið skilinn eftir einn við hættulegar aðstæður. Ástæðan var að sögn inflúensufaraldur og COVID. Hafðirðu einhvern tíma verið ein með henni áður? Já. Ég var alveg verið ein með henni áður. Tel ég það sé nægilega vel að gæta öryggi á þessum stöðum? Hafið þið skoðað það? Já, eins og ég segi, við skoðum bara hvert og eitt tilvik. Og við erum náttúrulega að skipta við fyrirtæki sem eru með leyfi frá Gæðaeftirlitsstofnun og verðum að treysta því að þau uppfylli þær skyldur sem við á það eru lagðar.